En næst hjá okkur, það hljóðbókasafnið. Já, hljóðbókasafnið sem eitt sem hét blindrabókasafnið, margir mun eftir, en hljóðbókasafn Íslands ríkisstofnun og heyrir undir mennta- og menningarmálaráðuneytið og það eins og segir á heimasíðu, hlutverk þess að opna þeim sem ekki geta nýtt sér prentað letur, aðgangað prentuðu mála á hljóðbók eða öðru aðgengilegu formi. Og lánþegarsafnsins eins og búast má við breiður hópur og okkur langar til að forvindast aðeins starfsemina í ljósi þess þegar frétta sem bárust núna nýlega að nú ætlar hljóðbókasafnið að fara að rukka árgjald eins og önnur söfn, en hingað til hefur þjónustan verið ókeypis. Þóra Sigríður Ingólfsdóttir forstöðukona er komin hérna, velkomin. Takk fyrir. Þannig byrjaði að segja, þegar ég fór að skoða hjá ykkur heimasíðu og starfskýrslur, þá kemur ljós að þið hafi verið að sópa að ykkur viðurkenningum og verðlaunum 2010, 11, 12, 13 sem besta þjónustustofnunin. Þið eruð að fá 2 ár í röð, nýsköpunarverðlaun. Það passar. Og svo eru það ná í alþjóðlega verðlaun líka? Já, við erum sérst búin að vera fyrirmyndastofnun 4 ár í röð, sem þýðir að starfsmenn eru ánæðir. Það er svona meira og minna það og að stjórnunin sé góð og eitthvað slíkt. Og já, nýsköpunarverðlaun hefur bæði fengið fyrir að gera safnið rafrænt og fyrir að hanna í samvinnu við prógram EHF nýtt útlánskerfi fyrir hljóðbækur, sem er eina útlánskerfi fyrir hljóðbækur svona fullkomlega hannað sem er á Norðurlöndunum, en þeir eru að markasetja það. Og fyrir þetta sama útlánakerfi höfum við fengið viðurkenningar frá EFTA, 2 viðurkenningar. Mika tímið ekki farið á sótt, en við fengum það sendar. Fengum það sendar? Já, það voða gaman að fá svona viðurkenningar. Ég skal trúa því. Ef maður lítur aðeins á starfsemi safnsins, þá hefur hún breyst töluvert mikið frá því hér á árum áður. Áður fyrir voru þetta ekki síst blindir og sjónskertir, en samkvæmt ársskýrslunni 2012 þá 65% lánþega lesblindi nemendur, 15% blindir og sjónskertir, 15% aldraðir en 5% með aðrar þjónustu ástæður. Þetta þýðir algjörlega umpólun á kunnahópnum. Þetta algjör viðsnúningur frá því árið 2007 til 2008, það voru í fyrsta lagi 1600 virkir lánþegar og þar voru 70% aldraðir. Núna eru 7100 virkir lánþegar og þar eru tæplega 70% lesblindir nemendur að mestu. Já. Ástæðan fyrir því að þetta breytist svona mikið var að við bara hreinlega ég tók við 2007, við fórum bara í mikla kynningaferð, við fórum bara hringinn í kringu landið, ég og námsráðgjafi sem starfaði hjá okkur, við vorum svona Telma og Louise og fórum í skóla og ýmsar stofnanir og kynntum starfsemina og það varð svona sprenging, þannig að það hefur 5-faldast lánþegahópurinn hjá okkur. Þú segir fóruð landið eins og í öllu öðrum á reikna með að Reykjavík og nágranni höfuðborgarsvæði sé nú stærsti hópurinn, en verið að nýta þjónust ykkar allt land? Já, þetta eina hljóðbókasafnið á landinu og það þjónar á landsvísu. Við erum náttúrulega búin að gera safnið rafrænt, það var það 2009, þannig að menn geta náð sér í og pantað á netinu og hala niður og svo sendum við geisladiska út allt land bara með pósti. Þannig að þið eruð opin 24 tíma sólarhringsins? Alltaf opin og það sem hefur raunverulega bjargað okkur í þessu með þessa fjölgun, náttúrulega gríðarleg fjölgun og náttúrulega hrunið var þarna á sama tíma raunverulega, að lesblindir nemendur, þessi 70% þeir hala 95% af þeim hala niður. Og það hefur alveg bjargað okkur því ef við hefum átt að svara öllum fyrirspurnum í síma þá hefði ekki getað það. Að því við vorum að skera niður allt hérna í kringum hrunið og eftir hrun að vera að skera niður mannskap og allt bara. En eins og segi, ástæðan fyrir að ákvaðum að hóa í þig og heyra eins þetta að þið vöktuð athygli á því að nú í fyrsta skipti þá þurfið þið að taka upp árgjöld fyrir afnóta safninu og það kemur ljósa að þið, eins og ég segi, geti ekki halda áfram að veita þessa góðu þjónustu með því fjármagni sem það hefur til ráðstöfunar og
það má sjá að til dæmis fyrir árið 2012 þá var útlutað til ykkar 81 milljón og það gert ráð fyrir sjálfsaflafé upp á einhverjar 10 milljónir sem reynist mörgum stofnunum þungur fjötur, en þið vitni hérna í það strax á heimasíðun að viðbröðun hefur ekki látið á sig standa, en það birtist grein eftir Olgu Hrönn Olgeirsdóttur sérkennara í Fréttablaðinu þar sem hún vekur athygli á því að hversu margir nemyndar eru sem ráða ekki við aldurssvarandi lesefni vegna lestrar örðurleika og þessir þegar aðrir nemyndu geta kannski sótt bara í skólasöfnin sína bækur að þá þurfi þeir að fara í hljóðbókasafnið og það hafi gjörbreytt lífið þeirra margra og hún skrifar í þessari grein að það sé verið að vega þessum hópi nemynda sem eru á öllum skólastigum og segist bara ekki alveg trúa því að sjálf menningar og menntamálaráðuneyti taki meðvitað ákvörðun. En þarna eru þetta, þið þurfa að taka upp þetta árgjald, þetta ekki margar krónur í sjálfu síðan en þetta ákveðin svona prinsipbreyting. Já, safnið 32 ára gammal, það hefur aldrei verið rukkað nokkuð tíman, þetta í fyrsta sinn. Við erum, eins og ég sagði, þá hefur fjölgunin verið svo gríðarleg stækkun og mikla breytingar hjá okkur og við hefum alltaf haldið áfram í að veita súper þjónustu og sumir finnst það meira að vera ofur þjónusta. En við hefum ekki fengið fjármagn til móts við þessa rosalegu fjölgun og ég hef, við höfum sótt auka fjárveitingu ári hverju og fengið tala við ráðuneyti margsinnis og þó þessi ákvæmlega almennlegir nýri ráðuneyti, þá kemur aldrei neitt út úr því. En sína þessu skilning, það náttúrulega ríkissjóður stendur svona og svona. Það sem við erum að innheimta er 2000 krónur á mann sem það sama og gerist á öðrum söfnum. En þetta eins og segir, þetta ekki peningaspursmál svona út af þetta prinsipmál. Að lesblindir þurfa að fara að greiða sérstaklega fyrir aðgang, segja þeir þurfa ekki að greiða fyrir aðgang á skólasöfnum til dæmis, þar sem þeir hafa ekki aðgang að hljóðbókum. Skólasöfnin eru náttúrulega innan rekstur skólana, en aðri nemendur fá þar bækur og þetta þær kvartanir sem hafa borist okkar eru yfirgnæfandi frá foreldurum sem eru ósáttir við þetta. Það hefur víst ekki nema að verið svona kannski 2% sem hafa kvartað. Fólk hefur hringt og beðið að fá að borga meira. Það hefur gerst yfirlega hjá okkur þegar við höfum verið svona að betla. Við þurfum eiginlega að betla þessar sértekjur. En þetta eins og ég segi, þetta svona prinsipmál og það verið að tala að minnka brottfall úr framhaldsskólum og auka læsi og allt slíkt. Þannig ég skil vel að menn reki upp stóru augu. En okkur bara hreinlega ekki stætt á öðru. Ykkur var ætlað 2012 að fá 10 milljónir í sértekjur sjálfsafla fyrir stofnunarinnar. Í hvað stöðu eru þið að ná í þessa peninga? Hún ekki góð það sem hefur bjargað okkur að við höfum bara sendt hreinlega út betlibréf til lánþega og boðið þeim að styrkja safnið og það kom mjög vel út fyrir hrun en það breyttist mjög mikið eftir hrun. Það að koma einhverja 2-3 milljónir á ári í slíkt. Og svo hefur verið að fá kannski frá Rauða krossinum og svona verið að betla hér og þar bæinn. En það skýtur píldi skökku við að ríkisstofnun sem á að veita þessa lögbundnu þjónustu skuli þurfa að standa í svona betlir í, Þetta við erum að tala einhverjar 10-15 milljónir, Já, sem þið, af því að þið eru í öðrum spórum heldur margar aðra stofnanir að það ekki auðvelt fyrir ykkur að selja ykkar þjónustu eitthvað hingað og þangað? Nei, það var gert, þegar að safnunum var gert að hafa sértekjur fyrir mörgum árum, þá var farið að stað með þá þjónustu að selja bækur, það voru seltar bækur í skóla og bókasöfn og slíkt á opnum markaði og það var kært af aðila út í bæ sem var að framleiða sömu vöru og niðurstaðan var svo að okkur væri ekki stætt á þessu því að ríkisstofnun má ekkit vera í samkeppni með ríkisfé á móti aðilum og opinberum markaði. Þetta bara í lögum, þannig að það var stoppað. En það var, umsýslan í kringum það, hún var mjög mikil og það var ekkit endilega svo mikið sem kom út úr því. Þannig að ég veit ekki alveg hvar við ættum að ná í peninga, En þetta ástæðan fyrir að þið getið rukkað þetta núna að það varð ákveðin lagabreiting á bókasafnslögunum, var það ekki? Jú, það var sem sagt lagabreiting og þar kom heimild til innheimtu að sem sagt hljóðbókasafni ekki lengur með sér lög, heldur fellir það undir bókasafnalögin, þessi 9, númer 150/2012 og síðan fengum við sérstakt leyfi hjá ráðherra, það tók alveg heilangan tíma að fá sérstakt leyfi til að innheimta
og við vildum fyrst innheimta meira í ljósi þess að við værum ekki með sektir, við værum að senda á diska og slíkt, en það var ekki samþykkt. En það hefði það líklega skotið ennþá meira skökku við að innheimta meira en önnur bókasöfn. Þannig að þessi heimildar veit og það var alveg ljóst hvað lá fyrir að gera. Við vorum hálfskælandi yfir því að þurfa að gera þetta sko. En þetta veruleikinn núna og þið ætlið að reyna að halda uppi sömu þjónustu en viljið fá þá meiri pening til þess. En þið voruð einu sinni með kassettur, það muna margir eftir mismunandi kassettuformi, svo það geisladiskar, þú talar rafrænt núna. Hver framtíða þróunin í þessu? Sko það bara gaman að segja frá því að safnið var kassettusafn árið 2007, það var bara allt fullt af kassettum og þær eru sendar út og sendar tilbaka og þurfti að hreinsa þær og það var mjög gjarna neftóbak svona í kassettunum mann ég og það tók aldrei svona mikla orku og ræðis upp í hillur og svona. Síðan lá fyrir að gera safnið rafrænt en það var ekki tilneitt peningur og þá gerðist það að það kom til mig lögfræðingur áramótin 2008-2009 og sagði að einn lánþegi okkar hefði arleitt safnið öllum eigum sínum, hann hefði dáið jól. Þannig að við fengum íbúð í Hafnarfirði sem að var bara, við fórum þangað og það var bara kaffibolli á borðinu og líf á náttborðinu og bara eins og einhver hefði gengið þar út og við seldum þessa íbúð og gerðum safnið rafrænt fyrir þann pening. Það var kona sem heit Málmfríður og það heitir eitt herbyggi hjá okkur Málmfríðarstofa. Já, þannig að þess vegna getið þið verið rafræn í dag. Já, en það sem framtíðin að við erum ennþá að gera breytingar, það eru mjög hraðar breytingar í þessum heimi og við erum núna að leggja loka hönd á nýja heimasíðu, þar sem að verður svona streymisspilari á síðunni sjálfri, þá þarf þetta ekki tæki og það verið að hanna fyrir okkur app í síma. Og það það eitthvað sem að nemendur munu örugglega kunna ákaflega vel við. Þetta hljómar spennandi. Þóra Sigríður Ingólfsdóttir, forstöðumaður Hljóðbókasafnsins, gangi ykkur vel í starfinu. Takk að ég kærlega.